Góða fólk, þá skulum við halda áfram og við hefjum guðsþjónustuna núna. Verið velkomin, þau ykkar sem eru nýkomin, verið hjartanlega velkomin. Gott að sjá okkur öll. Við erum með tilkynningar hér eins og venjulega. Það koma kannski á skjáin hér, já. Heartily welcome to all of you that have joined us now for the church service. Good to see all of you. It's a blessing. We have announcements that we usually bring up here. Tilkynningarnar eru eins og venjulega búðin okkar og bænastund á þriðjudögum og svo súpustofuna og svo alþjóðleg bænavika. Ef þið myndu kíkja hérna út í anddyri kirkjuna þá sjáu þið það lista yfir þær athafnir sem verða í gegnum vikuna og til þess að fylgjast með þá umfram allt útvarpsguðsþjónusta frá Kaþólsku-kirkjunni á morgun klukkan 11 og svo samkomur alla vikuna samkoma hjá okkur hér þann 21. miðvikudagskvöld klukkan 8. Svo líka sérstök samkoma á æskulýðssamkoma á föstudaginn kemur klukkan 8. En þetta kemur allt saman fram í dagskránni hérna út í anddyri kirkjunnar. I'm just repeating all the different announcements that we have. You see them here. The shop that we have in the basement and the prayer meeting and the soup kitchen and then the interdenominational week of prayer that we are starting to celebrate tomorrow with a radio service from the Catholic Church, and then there are services every evening in the different churches. In the church here in Adventkirkjan, we have a service here on Wednesday night at 8 o'clock. And everybody is so welcome to come and enjoy. We really enjoy that time where we meet with different other Christian denominations in the church. There is a youth celebration also in the Catholic Church on a Friday night at 7 o'clock or 8 o'clock, I'm not sure. It's probably and we have all the information about this in the foyer of the church. Þá skulum við syngja fyrsta sálminn okkar, hann númer 87, Þú ljóssins Herra. We sing the hymn number 87 in the hymnal, and the English text, He leadeth me. With heavenly
bjóða hann Oleg velkomin að koma hér og hafa bæn með okkur. Oleg is not here. Oskar Lér, hann frammi. Have an invocation for us. Okay, so let's pray. Við skulum biðja. Dear Lord, Himneski Faðir, we would like to thank you for this blessed Sabbath við viljum þakka þér fyrir það að við njótum þessa blessaða hvíldadags and for these people in this church. og alla þá sem hér eru samankomnir í dag. Today is very tough time for all world, Hér við þráum þína nærveru hér í dag. but we know your scripture, we know your word, Við þakkum þér fyrir huggunna sem við höfum í orði þínu and we know your truth. og Drottinn fyrir að fá að vera hér hjá þér. And please give us your Holy Spirit to Drottinn, veit okkur af þínum heilaga anda be faithful unto the end. og fá að njóta trúfesti þinnar. In Jesus' name, Við Amen. byggjum þess í Jesu nafni. Amen. Takk fyrir það. Við tökum á móti gjöfum hér eins og venjulega og hér kannski einhverjar upplýsingar það hér á skjánum, hvernig við getum lagt fram einhvers konar framlag til safnaðarsjóðs. Við þökkum fyrir þær gjafir sem lagðar eru fram, koma endur á netinu eða þá í gegnum posan okkar eða bara bein framlög hér fram í anddyri kirkjunar. I'm saying we have some information here about how we can support the work of the church by means of directly on the internet or through electronic means or just gifts in the foyer here. Thank you so much for your loving and faithful support of the church. And we will pray. Við skulum biðja og þakka fyrir gjafirnar. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig, Drottinn, til þess að lofa þig og þakka þér að við fáum að gefa af okkur til þíns málefnis. Mætti það vera, Drottinn, eitthvað sem þú margfaldar og blessar á sérstakan hátt í því starfi sem unnið er. Við lofum þig og þökkum í Jesu nafni. Amen. Og þá syngjum við annan sálm. Það er sálmur nummer 65. Heilagur, heilagur, eða helgur, helgur, helgur. Holy, holy, holy. Hymn number 65. Shall rise through thee. Holy, holy,
truth and Lord and evermore shall be. Holy, 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 though darkness hide thee, though the eye may thy great glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. The heart of the message this Sabbath day is centered in the book of Leviticus 19, verse 2. Við It's- lesum úr 3. Mósebók, 19. kapla og annað vers. Við skulum rísa á fætur. I will read in English. It says, "Speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy." Og það stendur, ávarpaðu allan söfnuð Ísraels manna og segðu, verið heilagir, því að ég, Drottinn, Guð ykkar, heilagur. Shall we pray? Skulum biðja. Holy Father, Heilagi Faðir, thank you for your love that endures forever. þakka þið Drottinn fyrir kærleika þenn sem þú auðsýnir okkur. In your spirit we give thanks to you every day. Í heilagum anda þá gefum við þökkum við þér ávallt. Thank you, Lord, for the many blessings you have bestowed to each one of us. Drottinn, þakka fyrir all það blessanir sem við njótum frá þinni hendi. Thank you for the life and strength Þakka þér fyrir ljósið og fyrir styrkin that you have given to each one of us. og lífið sem þú hefur gefið sérhverju okkar. That today, this holy Sabbath day, Og þessum helga hvíldardegi you all brought us here in this house of worship þá hefur hjálpað okkur að koma og mæta hér í þessu tilbeiðsluhúsi to praise you. til þess að lofa þig. And Lord, as we worship you, Og Drottinn, sem við nú tilbyggjum þig, we ask you to forgive us, þá byggjum við þess að þú fyrirgefur okkur. cleanse us from all our Að þú sinfulness, hreinsir okkur á öllu óréttlæti. that we are worthy to worship you Þannig að today. við séum verðug þess að tilbyggja þig. Lord, at this very moment, we would like to pray for our church. Drottinn, við byggjum á þessum tíma fyrir kirkju þinni sérstaklega. May you continue to bless each one of us, the members and leaders of our church. Mætti þú blessa stöðulega ávallt sérhvern meðlima og leiðtoga kirkjunar. As our Sabbath school lesson says, Eins og hvíldarskólaleksían nefndi, we learned that we should be united for each other. við skiljum og skynjum að við að saminast og vera einhuga. Bless each one of us that we can have a humble hearts, Vilt þú blessa sérhvern okkur að við höfum auðmjúkan anda, as Jesus modeled, eins og Kristur, for us to follow. til þess að við fylgjum leiðbeiningu hans. In that way, we can also be a light to other people Þannig getum við einnig verið ljós fyrir aðra who doesn't know you yet. og að við leiðum aðra til þín. And Lord, as we listen to the message, Og sem við nú hlustum á boðskapinn, Drottinn, please open our hearts and minds. Ljúk þú upp hug okkar, hugskoti okkar og hjarta. Bless our speaker Blessa þú ræðumannin fyrir okkur as he speaks the bread of life sem hann deilir út brauði lífsins that comes from you. sem kemur frá þér. May we understand and learn from you Að við skiljum að það næring frá þér. that all the things that we will be hearing from our speaker Að allt sem við fáum frá ræðumannum okkar will be our strength, verði okkur til að styrkja okkur. and we can share it also to other people. Að við getum líka deilt þessum boðskap til annara. Lord, help us to be kind.
Drottinn hjálpa okkur til þess að to other people. vera góð gagvart öðrum. Bless us, O Lord, Blessa þú okkur, Drottinn. that we can also be blessings to other people, Þannig að við getum líka orðið blessun öðrum. that they will also see Jesus in us. Að þið vilja einnig sjá Jésu í okkur. Thank you so much for everything. Drottinn, við þakkum þér fyrir alla hluti. Thank you for hearing and answering our prayers. Þakka þér fyrir það að heyra bænir okkar. In Christ's name we pray. Í Jésu nafni biðjum við. Amen. Þá fáum við söng. Bernice og Jenny, gjörðu svo vel. I'm only human, and I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me that's the way. I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's clouded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus.
Okay, happy Sabbath, everyone. Góðan daginn og gleðilega hvíldadag. Please accept our warming greetings from London for all of one here in this good church, lovely church. Og bara, ég vil bera ykkur kveðjur frá London. Yes, þar sem við we, erum með söfnuð. we still love you, everyone here. Og við njótum þess að vera með ykkur öllum. And today we will read the Bible, yeah, Við ætlum að lesa úr ritningun í dag. which is logical, what we can do in the church here. And the sermon, name of the sermon today will be Declaration for 2026. Og þetta svona yfirlýsing fyrir árið 2026. I believe we must be much better in this year than previous year. Ég or not? sannfærður að við viljum vera betra fólk Yeah. á þessu ári heldur en á fyrra ári. Yeah, with God's support and with Holy Spirit. Yeah. Við fyrir kraft Guðs og heilagan anda. But the first, I would like to remind you who you are. It's very important. En fyrst ætla ég að benda ykkur á hver þið eruð. 1 Peter 2:9. Oh, sorry, 1 Peter. Og það í Come on, fyrsta sorry about that, Pétursbréfi. Sorry about that. Yeah. Það 2:9. But you annar chosen vers, race, annar kapli og 9. vers, já. a royal priesthood, holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous mercy. Og þetta segir í öðrum kapla fyrra Pétursbréfs 9. vers. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skulið víðfræja dáðir hans sem kallaður frá myrkri til síns undursamlega ljós. You are priests for this world, for everyone who is outside. Þið eru prestar fyrir þetta samfélag sem við búum í. And that's why today I would like to read from Leviticus 19. Þess vegna vil ég lesa við fyrir ykkur úr 3. Mósebók, Because this 19. book, kapla. because this book about priests, about how to serve and how to be. Og það talar þar í þessi hvernig við eigum að þjóna og hvernig við eigum að leiða. And let's start to read. Við skulum lesa. The Lord spoke to Moses, saying, 19, Leviticus 19, from 1. Yeah. First verse. Yeah. From 1 until 3. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to all the congregation of the people of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord, your God, I am holy. Það stendur hér í fyrsta versinu í 19. kapla 3. Mósebókar. Drottinn talaði við Móse og sagði, Tala þú til alls safnaðar Ísraelsmanna og seg við þá. Þér skulu vera heilagir, því að ég, Drottinn Guð yðar, heilagur. You would like to be holy. What it means to be holy? Að bjóða fólki að vera heilagir, hvað á hann við? This means that you are set apart from the sinful world for God. Það þýðir að þið séu svona sett til hliðar Yeah. við hinn synduga heim, Jo- eitthvað til þjónustu fyrir Guð. Your character should increasingly be transformed into the character of Christ. Og þið ættu stöðulega lindisengun eftir að umbreytast og verða lík Kristi. You are the salt of this world. Þið eru salt þessara jarðar. Do you know what it means you are the salt in this world? Þið vitið hvað þýðir að vera salt jarðarinnar. It means you are ingredient which
doesn't have any other alternative. Og það þýðir það að við erum að starfa fyrir Guð, starf sem engin annar getur gert. You would like to be the salt of this world. It means you would like to be a good example for another one. Að vera salt jarðarinnar þýðir að þið eru vitnisburður og dæmi fyrir aðra. Must be difference between you and between this world. Og það þýðir að það þarf að vera munur á ykkur og heiminum. Second one. Númer 2. 19:3 now. Þriðja versið í 19. You kafla. shall each reverse your mother and father, and you shall keep my Sabbath. I am the Lord of your God. Sérhver óttist móður sína og föður sinn og haldið hvíldadaga mína, ég drottinn Guð í þær. Honor parents and Sabbath. Look, Að við erum að heiðra foreldra og hvíldadaginn. what it means, your holiness must be start from your home. Og hvað þýðir það? Það þýðir að heilaleiki ykkar þarf að hefja og byrja í heimilinu. You must be same in the home like you in the church, like in the world. Þið þurfa að everywhere. vera sama hvort þið eru í heimilinu eða í kirkjunni eða í heiminu, þá þurfa að koma fram á sama hátt. And the Sabbath, this is fundamental for when you start to go with God. Og þetta með hvíldadaginn, Like it's a start, is important. If you have many problems through the week, the Sabbath is the new restart for you. og það þýðir þá að í gegnum vikuna ýmislegt sem bjátar á, en þegar þið komið til hvíldadagsins þá eins og þessi upphaf vikunar. Let's give you holiness. Og það heilaleikin sem þar einkennir lífið. Let's go next one. Kíkjum á næsta. 19:4. Do not turn to idols or make cast images for yourselves. I am the Lord your God. Snúið yður, það 4. versið, snúið yður eigi til falskguða og gjörið yður eigi stifta guði, ég drottinn Guði þar. No idolatry. If you are set apart for God, you cannot be set apart for anyone else. Það engin hjá Guði. Ef að þú hérna sérstaklega helgaður Guði, þá ekki helgaði neinu öðru. You can't to serve for God and for another one, for money or for another one idols. Þú getur ekki helgaði mörgum hlutum, drottni og svo peningum eða auði eða völdum. Let's go next one. Kíkjum á næsta. Honesty. Og það heiðarleiki. It's very important because, we are honest when we would like to demand something for ourselves. Og það mjög merkilegt. Við viljum gjarna hafa heiðarleika þegar eitthvað snýst í varðandi okkur sjálf. Yes. Sometimes if we have some problems with another one, we do not demand honesty. Ef það eru vandræði eitthvað sem við gerum út á við, þá kannski erum við ekki að fara fram á heiðarleika. 19:11. 11. versið í You shall not steal, you shall not deal falsely, and you shall not lie to another one. Það stendur, þér skuluð eigi stela, eigi svíkja, né heldur ljúga hver að öðrum. And 12 is very, Also very 12th important. verse, 12, And you shall not swear falsely by my name, profaning the name of your God. I am the Lord. Þér skuluð eigi, það í 12. versi, þér skuluð eigi sverja ránglega Do you know what? við nafn mitt, svo að þér vanhelgi nafn Guðs þíns, ég drottinn. Do you know what it means? Not swear falsely by my name.
Vitið hvað það þýðir að þið skulið ekki sverja ranglega við nafn mitt? Sometimes we have the special meaning. We lie for the big truth, you know. We lie for some goods sometimes. I lie here because it's good in the future will be. Stundum þá segjum við eitthvað rangt eða ljúgum til þess að koma einhverju góðu til leiðar seinna. But it's not true. It's En not true. það gengur ekki. And God says, don't do this one. It's not Og true. Guð segir ekki gera það. Yeah. Let's go next one. Það næsta. Justice in the court. This is very important. Og það er að sé réttlæti á dómstólnum. You shall, 15, yeah? It's verse 15 will be. 15, no, 19, the same one, 19, verse 15 maybe, just. Yes, it's 15, just sorry. Það er 19. kablinn og 15. versið. You shall not render an unjust judgment. You shall not be partial to the poor or the fair to the great. With justice you shall judge your neighbor. Og það stendur hér í 15. versi, eigi skulu þér ranglæti fremja í dómi, þú skalt eigi draga taum lítilmagnans, né heldur vera hliðdragur hinum volduga. Með réttvísi skulu þið dæma náunga þinn. And this, look, God shows to us two different sides, yeah? With poor and with rich, yeah? If we will see. Það tvennt sem Guð dregur fram hér. Not be partial to the poor or not defer to the great. Ekki að draga taum lítilmagnans. True must be true. Sannleikurinn og réttlæti þarf að ná fram að ganga, algjörlega. Don't see on the face. True must be true. It doesn't matter. Það er sama í hver á í hlut, það þarf að halda uppi réttlætinu. Let's go next one. Og næsta, And this is the hardest one, you know. þetta er kannski það erfiðasta. Love your neighbor. Elska þú náunga þeim. It means not only everyone in the church. Það Love þýðir your, ekki bara þeir sem eru í kirkjunni eða í söfnuðinum. yes, love your neighbor everywhere. In the world, in your houses, everywhere. Elska þú náungan, sama hvar hann er og hver á í hlut, náungan þinn skaltu elska. And it's not easy today for us. Og það er kannski ekki alfarið auðvelt fyrir okkur. But remember, you are priests. But Priests. Pastors, priests. við þurfum að snúa þessu einnig að predikarum, að prestinum. In 2026, your faith Í 2026 þá trú þín- must have practical application. þarf trúðin að verða virk og ná til einhverja raunverulegra hluta. This is important because you are salt of this Þetta world. er gríðarlega merkilegt af því að þið eru salt. And remember the words of Apostle James. Og þið munið orð Jakobs, Without works, Jakobsbréfinu. yeah, you remember, without works, your faith is dead. You remember. Án þess að einhver verk fylgi, þá er trúin dauð. And God bless you for this new 2026 year. Drottin blessi ykkur í þessu komandi ári 2026. To be real salt for this world. Að þið verði raunverulegt salt fyrir þennan heim sem við búum í dag. Amen. Amen. Þakka þér fyrir þau góða orð, Óleg.
Thank you so much for the good message, Oleg. And our loka sálmurinn okkar á svo vel við einmitt í þessu samhengi. Sálmur nr. 227, Allfrjáls í örmum Jesu. It's a wonderful hymn that we are singing to close with. Safe in the arms of Jesus. And Jenny will stjórna. In the arms of Jesus, safe his gentle breast. Here by his love shed, sweetly my soul shall rest. Hark, 'tis the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, safe in the arms of Jesus, safe his gentle breast, by his love shade, sweetly my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe unending care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the bite of sorrow, free from my doubts and fears, only a few more trials, more tears. Safe in the arms of Jesus, safe his gentle breast, there by his love shade, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus died for me. Firm on the rock of ages, ever my trust shall be. Here let me wait in patience, till the night is o'er. Wait till I see the morning break on the shore. Safe in the arms of Jesus, safe gentle breast, there by his love shade, sweetly my soul shall rest. Við skulum bara standa áfram. Ég ætla að þakka ykkur innilega fyrir komuna í dag. Þakka ykkur fyrir þáttökuna í söng og á annan hátt. Við þakkum líka fyrir undirleikinn og takk fyrir góða predikun, Oleg, og þá sem hafa hjálpað okkur við útsendingu og annað. Hjartans þakkir til ykkar allra og við ætlum að bjóða ykkur að koma hérna inn á eftir eins og venjulega og borða saman. I want to thank all of you for coming, to being here with us, to make this service special for us. Thank you to Oleg and Angelica and Dexter for the services and participation in the service. And now Oleg is going to come and have the benediction. Oleg mun nú hafa blessunarorðin. Við gerum bara blessunarorðin á íslensku. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig
og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.